Við erum stöddum það inni hjá Ísband í Mosfellsbænum. Þau eru nýbúin að taka þennan bíl hérna til sölu. Þetta er bíl sem heitir Leapmotor og þessi er að gerðinni B10. Þeir eru fleiri, við komum að því síðar. En hann er frá 3.990.000 og dýra útgáfan heitir Live, en þessi útgáfa heitir Design og við ætlum að prófa hann. Hann kemur á 18 felgum þessi bíl, virkilega skemmtilegur í akstri, við erum búin að aga honum aðeins. Hann er með 67 kWh rafhlöðu, hann er að taka 168 kW inn á sig í einu, allt að, ef maður er á hraðhleðslu, en 11 kWh inn á sig í heimahleðslu. Það þýðir að við erum að hlaða svona bíl á kannski 20 mínútum í hraðhleðslu, en svo náttúrulega hleðar maður bara heima á nóttinni eða í vinnunni. Það sem er svona merkilegt við þennan bíl, hann er með nokkuð góða drægni, við erum að tala um 431 km samkvæmt VFLTP-stallinum. Þetta er afturdrifsbíl, en það kemur ekkert að sök, því að þegar maður eggur þessu þá stillir maður hann í svokallaða skriðstillingu sem gerir það að verkum að bíllinn lætur alveg fullkomlega stjórn þó að sé einhverjir hálkublettir eða hálka á veginum. Verðið á þessum bíl er annað atriði, en það er 4.790 fyrir þennan bíl hérna sem er alveg örugglega það lægsta á markaðnum fyrir bíl í sambærilegum flokki. Það er hægt að fá live útgáfu sem kostar frá 3.990. Þessi bíl, hann er framleiddur í Kína, en Stellantis, bílaframleiðandinn, á 20% í þessu fyrirtæki, þannig að þetta er ekki einhver byrjanda bíl sem verið er að framleiða, heldur er þetta bíl sem er byggður á traustum grunni evrópsks bílaframleiðanda, en það má til dæmis nefna að Stellantis er með bíla eins og Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën og Opel, svo eitthvað sem nefnt. Þið sjáu hérna línuna hérna aftan, ljósa línuna. Þetta er mjög smart, þetta er svona LED-ljós hérna aftan á honum. Hann er mjög huggulegur aftan þessi bíl og svona frekar einfaldur en virkilega huggulegur. Hér er síðan rafopnalegur skottgleri á Design-útgáfunni og hér inni er farartúnsgeisla sem rúmar alltaf 430 lítrum og síðan er þetta að taka niður sætin 60-40 og þá rúmar hann alltaf 1700 lítrum. Nú síðan er hægt að setja króka á þetta eða dráttarbeisli og þá erum við að tala um 750 kg sem hann getur dregið bílinn, sem er ekki svo lítið fyrir svona rafmagnsbíl. Ef við skoðum aðeins hérna ofan í farangursrýmið þá sjáum við það að það er hérna á 2 hæðum. Það er hægt að gera það þannig að það er alveg sléttinn, sem sagt þegar maður er að koma með pokana úr bónus eða krónunni eða ykkur slíku og þá lyftir maður þeim beint hérna inn, eða þá að maður er að fara í IKEA og ætlar að setja eitthvað hérna inn í bílinn, þá rennir maður því beint inn. Það þarf ekki að fara ofan í bílinn til þess að setja pakkan inn. Hér er allt virkilega solid og flott. Hér er náttúrulega hart plast, en það er í flestum bílum í svona farangursrýmum. Ég myndi segja eiginlega bara öllum. Og allt mjög solid og vel frá gengið. Hér er síðan hægt að loka farangursrýminu ef maður ætlar að vera með eitthvað í skottinu sem maður vill ekki láta sjást. Nú hérna eru síðan skíðarúður hérna við aftursætin, afturhurðarnar, og þá sést ekki neitt sérstaklega inn í bílinn. Það líka dregur úr birtu inn í bílinn eða það er mikið sól úti. Og svo er þetta að loka bara
farangursýminu á mjög einfaldan hátt. Spurning hvort það sé svona dansfítus á þessu hérna. Nei, það er ekki, en takkin er á mjög fínum stað, þannig hérna. Maður þarf ekki að grufla undir í einhver óhreinindi ef að bíllinn er skítugur. Maður ýtir bara einfallega hér. Það er virkilega óvart hvað fjöðrun er nett. Maður keyrir ójöfnu í malbikinu og finnur bara smá hreyfingu en ekki högg eins og í mörgum öðrum bílum. Þannig að dempunin er greinlega í fínu lagi. Sko. Og stýrið virkar þannig að hjá mér allan að rásfestan er fín, þannig heldur vel rásinni sko. En og virkar svolítið svona eins og eins pedals akstur og leiðum að sleppi ringgjöfinni þá fer hann í alvöru að hægja á sér sko. Þannig að maður þarf ekki að stíga á bremsuna fyrir en maður vill virkilega láta hann stoppa sko. Jæja, hér er frábært að sitja hérna. Sætin eru með þeim dýpstu sem ég sé hérna í aftursæti á bíl, bara lengi. Þetta er alveg gríðarlega mjúkt efni í þessu. Það þarf ekkert að tala hér um fótapláss, það er alveg yfirnægt fótapláss í þessum bíl. Þetta glerþak gerir mjög mikið fyrir bílinn. Hann er virkilega huggulegur með þessu glerþaki. Hér er síðan miðstöð eða loftkæling eftir því hvað maður vill. Hér er síðan USB-C og USB-A tengi. Gólfið er alveg slétt. Þetta er náttúrulega bíl sem er byggður á svona rafmagnsbílagrunni. Hér er síðan þetta hefðbundna armpúði svona með glasahaldurum. En það er virkilega gott að sitja hérna og það heldur bara alveg ágætlega við bakið á mér sætið. Bíllinn er allur svona rúmgóður. Það eru hljómflutningstæki í þessum bíl sem eru með einhvern 6 hátölurum og virkilega gott sound. Hérna, þetta er svona taugáferð hérna á toppnum á honum. Ég get ekki séð annað en að þessi bíl sé bara á pari við það flottasta sem að verið er að bjóða í þessum flokki á Íslandi í dag. Geymsluhólf hérna fyrir kapla og annað slíkt mjög rúmgott. Auðvelt að umgangast allt hér. Rúðupissið, það er svona það helsta sem maður sér í svona rafmagnsbíl. Virkilega flott.